Montoya Sanna langvinsælasti sósíalistinn. Hvernig ætlaði að bregðast við þessu? Ætlaði að reyna að sannfæra hana það að halda áfram í sósíalistum eða ætlaði bara að reyna að finna nýja? Ætlaði þú taka hennar pláss? Ég Kópavogsbúi, svo ég get ekki taka pláss í Reykjavík. En með Sönnu, skilur þetta alveg skrítin vending. Já, en partur af vandamál það hendar gamla forystu vel að hafa bara ein andlit fyrir flokkinn. Altså hún var alltaf sett inn í viðtal og eftir 8 ár þá, hún andlit flokksins. Og þegar við fengum embætti sem forystu, ég persónulega sendi skilabóð á sama dag að óska henni til hamingju, hún var ekki búin að segja sig úr þessi nýja embætti. Mig langar að hafa góð samvinnu. Við vorum að fá bara ein fund 2-3 mánuð fyrir aðfund og svo ég var að bjóða eigin við ekkert að hitta aftur, bara þú og ég hjá Bóholt, annar staðar og bara reyna að byrja á góðum fót. Og svo allan tíma við vorum að reyna að fá hana með og hafa góð vinnusamband en það var hún sem veldi ekkert að hafa neitt að gera með nýja forystu. Svo þetta ekkert hægt að hafa stjórnmálaflokk með fulltrúi sem talar ekkert og vinna ekkert með forystu. Svo þetta ekki góð. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.